Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin að skjánum. Það brakandi ferskur föstudagsþáttur sem heilsar ykkur á þessum öðrum föstudegi í októbermánuði og við ætlum að fara víðan völl í þættinum í dag en við ætlum að byrja í menntamálum. Því að tilnefningar til íslensku menntaverðlaunanna voru tilkynntar á dögunum og Hilmar Friðjónsson, kennari í Verkmenntaskólanum á Akureyri, var meðal þeirra tilnefndu. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn og til hamingju með tilnefninguna. Þakka kærlega fyrir. Þetta engin smá upphefð. Það eru fáir tilnefndir og þetta lítur að vera góð tilfinning. Þetta góð tilfinning og ég get rétt ímyndað með hvernig félögum mínum sem í sömu stöðu líður. Já. Ég held að þetta mjög áhugaverðir tímar að vera á þessum stað. Já, heldur betur. Og þessi verðlaun eru veitt fyrir framúrskarandi skólastarf og umbætur í menntamálum og svona, já, maður bara spyr, þú lítur að vera að gera eitthvað rétt, hvaða áherslur ertu að leggja sem skila þessum frábæra árangri? Ég ger fullt af vitleysum líka. Það er alveg, ég hef stundum hugleitt þetta, hvað veldur, að þetta gengur vel og það tvennt sem stendur upp úr. Þetta eru samskipti. Og í samskiptunum þá það hittatriði, það virðing. Já. Og þessir krakkar þeir koma í skólan með eitthvað, oft eitthvað á bakinu, stundum fleiri kíló heldur en skólataskanir og stundum þarf bara að hlusta og það fara stundum margar mínútur bara í spjallum eitthvað allt annað en starffræði. En þannig næ ég að vinna þau inn því ég næ aðeins að mýkja þau. Og klára það sem fyrir og þá getum við fara að snúa okkur efninu. Þannig þetta er að stærstum hluta samskipti. Einmitt og þetta með samskiptin er kannski eitthvað sem við getum tilengað okkur betur bara út á vinnumarkaðnum og svona bara almennt í lífinu. Já, það er áreksturinn okkar í lífinu á Facebook eða hvar sem maður og mann. Þetta er ofta tíðum byggt á misskilningi. Og bara með því að hittast og spjalla og taka orðræðuna, þá verður einhver mýkt. Við mýkjumst öll þegar við hittumst. Já. Einmitt og það er virkilega gaman að heyra líka að því að, eins og segir, starffræðin hefur svona kannski gegnum tíðina verið notuð stundum sem svona pínu gríla í skólakerfinu. Já, kallinn sá að við erum ofta að kenna starffræðina vegna. Orðræðin mín gengur út á, ef ég ræði við þig eins og sitt nemandi, að ég segi við þig Vili, ég er ekki að gera það starffræðing því að það er ekki endilega tekjumöguleikar fyrir starffræðingin. Það er að segja að það er ekki miklir tekjumöguleikar. Þeir eru þarna en ekki endilega miklir. En ég er vopnað þig að lausnum, ég er vopnað þig aðferðum, ég er að koma þig þannig fyrir að þú verður góður vandamála leysari og þar eru tekjurnar. Og þetta er orðræða sem krakkarnir samþykkja og eru fyrir vikið ekki á móti faginu, ekki á móti mér. Það er allar dyr opnar hjá mér. Já. Og það skilja þetta snýst það geta leyst vandamál og þrautir en ekki endilega bara brotana vegna. Nei, og þegar að orðræðan jöfnur eða algebru, hún nær ekki dýpra en svo að þú verður að læra þetta fyrir næsta áfanga. En þetta er svo miklu stærra og meir en það og í rökræðanum efni þá samþykkja þau rökin og eru þá fyrir vikið móttækjanlegri. Já, einmitt. Þetta er ótrúlega gaman að heyra og að þetta sé svona leiðin til þess að ná til krakkan og það er augljóslega að skila sér því að þetta frábært og vonandi bara verður þessi tilnefning og til þess að fleiri tilengja sér þessar aðferðir. Já, og þetta er svo mikilvægt líka þannig að krakkarnir labba inn í framhaldsskólann, líta á þetta sem grílu og þetta hefur áhrifin á heimilin. Þegar maður nær að afvopna gríluna, kominni frá, lágmarka kvíðan, þá hefur þetta líka áhrifin á heimilin. Þannig að foreldrarnir sjá breytingu á börninni sínu, afar og ömmur sjá og einstaklingar sem kannski átti ekki möguleika í óbreyttu kerfi eru kannski farin að eiga möguleika og
fyrir þetta samfélagi í raun og veru mjög sátt við. Einmitt. Þetta er frábært. Þú sérðu fyrir þér núna þessi tilnefning komin í hús og hvenær verða verðlaunin veitt? Verða þau Það er 10. nóvember. 10. nóvember, einmitt. En ég er ekki búinn að vinna neitt. Nei, ég veit það, en ég sérðu fyrir þér að þetta breyti, þessi tilnefning og svona breyti hverju sko í kjölfarið? Ekki hjá mér held ég. Ég mun mæti í kennslustofuna og taka þátt í starfinu og hitta þessa krakka því að ég segist verið búinn að finna yngingameðalið. Það er bara að umgangast ungt fólk og taka þátt í gleðinni þeirra og því að þetta er svo öflugt ungt fólk sem er að koma að þessi krakkar eiga möguleika að takast á við verkefnin sem eru framöndan, loftslagsváin, orkuskipti og allt þetta. Við erum að vopna þeim vopnum og okkur held ég bara að takast það. Já, frábært og þetta er auðvitað bara hvatning til þess að halda þessu góða starfi áfram. Já. Þetta er ótrúlega magnað. Ég vona bara að þér gangi allt í haginn með þetta og ég hlakka til að fylgjast með og við náttúrulega bíðum spennt eftir 10. nóv. Finnur eitthvað mun á kennarastofunni? Er ekki allir bara himinlifandi með þetta? Jú, veistu það að mér er samfagnað raun og veru alla daga og félagar mínir hafa komið til mín og það hafi verið símtöl, eitt og eitt símtal, hrós, Facebook logar. Já. Og en í eðlislega hafa samkennarar mínir og nemendur mínir ekkert breyst. Nei. Þetta er sama glaða fólkið og góða fólkið. Akkúrat, þið skulum láta það vera að loka orðin, bara gangi ótrúlega vel áfram. Hilmar, takk fyrir að koma í þáttinn og haltu þessu frábæra starfi áfram. Þetta er ótrúlega magnað og áhrifamikið að heyra af þessu.